Sölvi, bara hvernig metur hún að leikja þetta mótið Þór? Fyrst og fremst bara svekkelsi að hafa tapað leiknum. Þetta var svo sem engin flugvéldasýning á okkar hálfu. Þetta var, mér fannst við ekki góðir í dag. Mér fannst við ekki mikil ákefð í okkar leik. Mér fannst allt og hægt ganga og síðan voru bara margir tæknifeilar hjá okkur þegar við vorum komnir í góða stöður, auðveldar sendingar sem voru kannski of langar. Og já, bara svo mikið að tæknifeilum þar sem við vorum komnir í góða stöðu og hefum getað nýtt okkur betur. Við vorum þannig séð með stjórn á leiknum, við sköpuðum fullt af góðum stöðum en bara eins og ég segi, bara mikið að tæknifeilum þar sem við bæði klúðrum færum og nýtum ekki þessa seinustu sendingu og Þórsararnir, ég voru bara hrósa líka Þórsararnir, þeir voru grimmir, þeir voru tilbúnir að mæta okkur alvöru hörku og þeir lögðu allt í þetta, þannig að hrósa á þá og þetta svo sem ekki fyrsta skipti í sögunni að topplið tapar á móti Bolli og við töluðum það að við ætluðum að læra af fyrri árum þegar við komnir úr Evrópukeppninni, það verður svona ósjálfrátt, emotional hangover. Ég veit ekki alveg nákvæmlega íslensku þýðingun á því en Þinga? Já, bara já, mikil þinga og svona taugarnar náttúrulega miklar og tilfinningar miklar fyrir stóra leikinn og það gerist ósjálfrátt að þú þarft að finna það inni hjá sjálfur, þú þarft að byggja upp spennustigi hjá sjálfur og við vorum alveg meðvitaðir um það og við reyndum það en það tókst ekki í dag og bara svektur, virkilega svektur með þetta af því að það voru alveg tækifæri fyrir okkur að gera betur og vinna hana leik sem við viljum alltaf gera en við þurfum bara að læra af þessu, við þurfum að einhvern veginn að breyta hugsunarhátti okkar og hvernig við nálgumst leikinn og bara gleyma þessu, þetta er tapið búið, við erum búin að tapa og gleyma þessu, það hellingur eftir að mótinu og hellingur eftir að stutt í næsta leik þannig að við þurfum bara að vera sárir og svektir og fúlir út í okkur sjálfa, allir sem einn og bara áfram gakk, það er stórt verkefni framöndan. Hugsunarháttur og nálgun leiks, gerðirðu mistök í liðsvali? Það er alveg hægt að bera rök fyrir því að ég átti að gera hlutina öðru sem víst að við töpuðum en við vorum meira með boltan, sköpuðum fleiri færi, vorum með tök á leiknum en eins og ég segi, tæknifeilar og svona sem að gera það verkum að við náum ekki að klára hann leik en ég tek náttúrulega bara ábyrgð á hvaða liði ég stilli upp. Ég taldi þetta að vera besta liði til þess að spila hann leik og ég verð bara að skoða það og taka ábyrgð á þessu og læra líka sjálfur að þessu þannig að við þurfum bara gleyma þessu, halda áfram. Skrýtin tilfinning að tapa? Já, það er bara skrítin, leiðileg, mjög leiðilegt að tapa. Við viljum vinna alla leiki og við leggjum hart á okkur á æfingasvæðinu og til þess að vera í sem besta standi. Við reynum að gera allt í okkar valdi til þess að recovera, gera okkur klára fyrir leikina og leggjum mikið á okkur til þess að vinna og til þess að vera í þessari stöðu sem við erum í dag. Þannig að það er alltaf mjög svekkjandi að tapa. Vildur þú fá vítaspyrnu fyrir hálfleik? Frá mér sýndist þetta að vera hendi, mér sýndist þetta að vera klár hendi frá mínu sjónarhorni. Ég hef ekki séð það í sjónvarpinu aftur, þannig að, veit ekki, bara, já, frá mínu sjónarhorni átti þetta að vera víti en það, gerir það ekki verkum að við töpuðum leiknum. Það eru aðrir þættir leiksins sem að gera verkum að við töpuðum. Erlingur kemur ekki við sögu, hann á förum frá Víkingi? Nei, það er engin umræða að Erlingur á förum frá Víking. Bara við mátum það þannig að þetta lið væri sterkast til þess að vinna í dag og þannig það. Hann kemur ekki til sögu, hver er staða hans? Hann er bara ferskur, tilbúinn að æfa og bara tilbúinn að leggja á sig fyrir hópinn og hann er búinn að vera partur af hópnum, hann er búinn að koma inn á í leikjum og búinn að byrja leiki og kom núna síðast inn á móti
Kíor, þannig að hann bara gegnir sínu hlutverki, mikilvægu hlutverki. Sveinn Margeir kallaði tilbaka, ætlar að gera eitthvað meira í þessum mánuði? Við erum svo sem, það er ekkert neitt svona ofalega á dagskrá núna, þannig að við fáum Svein og náttúrulega missum Elías á. Sveinn Margeir kemur tilbaka og var bara ánægður með hans frammistöðu í dag. Hann var duglegur og orkumikill og kom sér í færi og óheppinn að skora ekki, þannig að bara mjög glaður að fá Sveinn Margeir aftur til okkar. 5 leikmenn sem hafa byrjað marga leiki sem voru utan hóps í dag, eru þeir klárir í að spila aftur í dag? Já, þeir ætti að vera það. Níko líka? Já, ég held það. Við þurfum bara að sjá næstu dagar, næstu æfingar, hvernig það þróast. Hvernig er að skipta svo úr þessu og yfir í Evrópu? Eins og ég segi, það er erfiðar að skipta sig úr Evrópu og í bestu deildina, þar sem að það er bara, þú veist, það eru meiri tilfinningar, það er meira undir, en við þurfum að læra samt sem áður að því, þú veist, við spilum okkar fótbolta, við viljum alltaf spila sama fótbolta, sama hver andstæðingurinn er, þannig að ég veit alveg að það er munur, það er erfiðara, þess vegna segi ég, við þurfum að læra, við þurfum að finna það inn í okkur, við þurfum að finna einhvern hvata, eitthvað til þess að hækka spennustigið okkur upp, til þess að við mætum almennilega í þessa leiki. Það er stórleikur, næsta verkefni, þannig að ég hef engar áhyggjur að spennustigið verður ekki rétt í honum. Ég veit að þú eru langt en endur þetta kannski jákvæða nótum. Daði Berg spilaði sem fyrsta leiki í rúmt ár í meistaraflokki og skorar. Hvernig var að sjá það? Bara geggjað að sjá Daða komin aftur inn. Maður er búinn að fylgjast með honum í gegnum þessi meiðsli og það var á tímabilið þar sem hann var helvitið þungur að koma inn á skrifstofu og maður sá hann bara, þú veist, ekki líða vel með þetta og hann er búinn að vera bara jákvæður þannig séð, svona eins mikið og maður getur í gegnum þetta og búinn að vinna hart að koma tilbaka og það er bara mjög ánægilegt að sjá hann. Hann brosir allan daginn og talar mest af öllum og maður sér það á honum, hann er mjög glaður að geta farið að spila fótbolt aftur og við Víkinga fögnum því og síðan líka gott að sjá Stígs að koma aftur inn á völlin. Hann er sama skapi, búinn að vera í leiðindameiðslum og bara frábært að fá það tilbaka og styrkja hópinn. Takk fyrir þessu og gangi vel á þriðjudaginn.